framleiðandinn raun og veru hannar dísur á stokkana í réttum stærðum eftir í hvernig loftdreifingin á að vera. Þannig að við fáum mjög góða loftdreifingu fyrir fólki sem að vinna. Við erum með þetta svona neðarlega því við erum bara að halda þessu neðsta svæði loftræsi og spörum þar með orkuna. Þurfum ekki að loftræsa allt svæðið. Leyfum hitastiginu hérna uppi að vera mjög hátt. En höldum þessu niður í góðu. Annar staðar sem við erum með svona taustokka, það í skautahöllinni. Þetta fann enga myndir af þessu sem ég tók. En þetta gamla útfærsla. Það voru vandamenn með það að skautasvelli var það var erfitt að halda í frostnu. Það myndaðist raki og það var svona blautt og svo voru áhorfendasvæðin mjög köld. Það var óþægilegt að sitja þarna. Þannig að við breyttum kerfinu, Rúnar hjá okkur og þetta er útfært svona að það er laður einn taustokkur hér með frá svellinu, allar hringinn sem blæs þurrkuðu lofti, það er sérstakur loftþurrkari sem að þurrka loftið, blæs á svellið og þannig helst það í góðu standi. Svo er annar stokkur utan við sem sér að blása heitu lofti á áhorfenduna og laga aðstæðnir hjá þeim. Þetta hefur verið mjög erfitt og mjög dýrt að gera með blikkstokkum. Fleiri staðir þar sem við höfum verið með taustokka til dæmis, það er í Vatnsendaskóla. Það er íþróttahús, fimleikasalur. Þar voru laðir, þar gerðum við tvöfalt kerfi, af því að loftræsikerfið er bæði til upphitunar og kælingar. Þannig að þá erum við sérstaklega stokka fyrir upphitun sem að kasta loftinu langt niður, drífa niður á gólf. En þegar það er kæluþörf, þá erum við með aðra stokka sem eru með hægari loftdreifingu og valda ekki trekk niður á gólf. Það skiptist á milli eftir hvaða tíma árs maður er að loftræsa eða kæluþörf. Ég man ekki eftir neinum svona fleiri dæmum akkurat núna. Einhverjar spurningar? Já, hvernig brenna þessir taustokar? Það er mismunandi einhverju flokkar af þeim. Það er pantað í mismunandi brunnaflokkum. Árni hefur eitthvað... Við höfum notað eingöngu BS1-0 taustokka. Þau stokka eins og við köllum það. Af því að við hefum ekki kallað þetta stokka, þetta eru dreifarar. Tvö dreifarar. En er þetta orðið svona mikið og svona langt, þá veist mér svolítið... Það væri þægilegra að þetta væri bara skilgreint. En þeir eru flokkaðir eins og klæðningi flokki 1. BS1-0. Fleiri? Fleiri spurningar? Nei? Þá okkur við þeirra fyrir.